Hvernig virkar hjartað? Hjartað staðsett hérna í brjósthólinu, örlítið vinstra megin við miðju og hjartað í raun vöðvi sem við notum til þess að dæla blóði. Hér ég búin að teikna upp hvernig hjartað virkar og ef við tökum hjartað úr vini mínum hérna og opnum það, þá sjáum við að þetta í grunninn eins. Það eru 2 hvolf undir og svo gáttir fyrir ofan. Þetta stundum kallað slegill líka, hvolfin. Og svo eru þessar lokur á milli sem hleypa blóðinu muniði bara í eina átt. Og þetta virkar í grunninn þannig að þetta tvískipt dæla. Hægri hlið, og þó að þetta sé vinstra megin á myndinni frá mér séð, þá snýr þetta rétt þegar ég sný svona. Við teiknum myndir alltaf af mannslíkamanum þannig. Ef ég byrja hérna megin, þá kemur blóð frá líkamanum hérna inn og bláaða kerfi þá lekur blóðið svona hálfpartinn inn, það enginn að dæla því muniði, inn í hægri gáttina og þegar það blóð sem sagt hér honni þá vöðvasamdráttur sem dregst saman, byrjar hérna neðst og ýtir því upp. En af því að þessi loka hleypir ekki blóðin í þessa átt, þá kemst blóðið bara hingað út og fer út í slagaðina hérna til lúnana. Svo dregst þetta í sundur aftur og þá sogast blóðið hérna inn aftur, en muniði þessi loka hleypir ekki þessu blóðið tilbaka, þá sogast þetta blóð inn. Svo dregst það saman aftur, þá fer það aftur. Hin hliðin virkar nákvæmlega eins. Eini munurinn að hún að dæla blóði út til líkamans. Vöðvinn dregst saman, ýtir blóðun út, svo það dregst í sundur aftur, þá sogast blóðin aftur, hjartalokurnar passa að blóði fari í rétta átt. Þetta fer út allan líkamann, hér stæðsta slagað líkamann sem heitir ósæð og mjög mikilvæg. Hjartað í okkur með einhverju sem heitir gangráður hérna neðst, sem svona taugahnúður sem sendir rafboð upp hjartað. Segir því að dragast saman, byrja neðst og fara svo upp. Þegar þessi gangráður bilar, þá getum við verið í vandræðum, en það hægt að fá gervi gangráð, bara tæki sem gerir þetta fyrir okkur í staðinn fyrir að hjartað gerir þetta sjálft.